Góðan dag, gaman að fá að taka þátt í Menntakviku, fullt af áhugaverðum erindum sem verða flutt inn í dag, þannig að ég er þakklátt fyrir að hafa fengið tækifæri til þess að fá að vera með. En ég heiti Anna Guðrún Ellarsdóttir og starfa sem sérfræðingur hjá rannsóknar- og ráðgjafafyrirtækinu ROREM ehf. Og þá er ég líka alþjóðafulltrúi og rannsakandi við Háskólann á Hólum í alþjóðlegu rannsóknarverkefni sem hlaut styrk úr Horizon 2020. En í þessum fyrirlestri þá ætla ég að fara yfir loka afurð rannsóknarverkefnisins sem stöðu og hlutverk þekkingarsetra í byggðaþróun. En þetta verkefni hlaut styrk frá Byggðarannsóknarsjóði og mennta- og menningarmálaráðuneytinu árið 2018. Það var unnið í samvinnu við Nýheima þekkingarsetur, Háskólafélag Suðurlands og Þekkingarnet Þingeyinga. Rannsóknin hún skiptist í nokkra verkþætti. Það er viðtalsrannsókn á rafrænt spurningalisti lagður fyrir íbúa á starfssvæði setrana og svo voru rýnihópa viðtöl á starfssvæðunum. Eins og þið sjáið á þessari glæru að þá var tilgangur og markmið rannsóknarinnar að skerpa sýn á stöðu, hlutverki og árangur þekkingarsetra á landsbyggðinni og þá með sérstakri áherslu á byggðaþróun. Og það fól í sér innri úttekt á starfsemi setrana og rannsókn á áhrifum og stöðu þeirra gagnvart nærsamfélaginu. Það var gert með ítarlegri skoðun 3 þekkingarsamfélaga, Nýheimar þekkingarsetur á Höfn, Háskólafélag Suðurlands á Selfossi og Þekkingarnet Þingeyinga á Húsavík og þau voru síðan borin saman með það markmið að geta síðar yfirfært aðferðafræðina við rannsóknir á öðrum slíkum samfélögum á landinu. Og ég mun svo fara hér yfir niðurstöður og aðferðafræði og annað rannsóknarinnar. En við skulum aðeins byrja á tilurð þekkingarsetrana. Það má eiginlega segja að þessi uppbygging hafi hafist aldamótin 2000, en þá höfðu háskólarnir aukið framboð náms í fjarnámi og krafa var uppi meðal nemenda að koma á fót aðstöðu fyrir þá til að hittast og stunda nám sitt. Þá jókst meðvitund og skilningur samfélaga á mikilvægi staðbundins rannsóknarstarfs, þar sem þeir sem stæðu að rannsóknum störfuðu í rannsóknarstofnunum á svæðinu og byggju í þeim samfélögum þar sem þekkingaröflun færi fram og miðluðu því niðurstöðunum til almennings. Símenntunarmiðstöðvar voru stofnaðar á þessum tíma og margar hverjar á grunni farskóla sem höfðu sinnt tómstundanámskeiðum fyrir fullorðna. Nú eftirspurn eftir grunnfræðslu fyrir fullorðna jókst, sérstaklega var krafan frá atvinnurekendum að bjóða upp á íslenskukennslu fyrir erlent starfsfólk sem aðallega var frá Póllandi og þessi krafa var hávær þar sem þetta fólk talaði litla eða enga ensku. Þá hafði Hafrannsóknastofnun, Matís og Háskóli Íslands sett upp starfsstöðvar á mörgum stöðum og Byggðastofnun ráðið atvinnuráðgjafa í hvern landshluta, en það var síðan grunnurinn að stofnun atvinnuþróunarfélagana. En þessar stofnanir höfðu nefnilega safnast saman á einum stað og menn gerðu sér grein fyrir því að háskólamenntun, símenntun, rannsóknir, nýsköpun og ýmis stoðþjónusta væri betur komin undir einu þaki til að nýta mætti betur fólk, þekkingu, fjármagn og tæki. Þá sáu hinar dreifðu byggðir tækifæri til þróunar en væntingar sveitarstjórnarmanna og íbúa voru kannski ekki alveg í samræmi við það sem varð því að upphaflega vildu menn að stofnaðir yrðu háskólar á svæðunum sem byggðu upp á nám og rannsóknir tengdum sérstöðu hvers svæðis. Þetta eru setrin 3 sem tóku þátt í rannsókninni og eins og sést að þá er tilgangur og markmið þeirra ekki ólík en það má segja að öll vilja þau bæta lífsgæði íbúa á starfssvæðunum með því að byggja upp öflug þekkingarsamfélög þar sem háskólamenntun, símenntun, rannsóknir er í forgrunni. Þau fara samt sínar eigin leiðir. Til dæmis þá er framhaldsskóli Austur-Skaftfellinga til húsa á efri hæð hús Nýheima og á skólinn í samstarfi við ýmsar rannsóknarstofnanir sem eru líka í húsinu. Þá sér Fræðslunet Suðurlands símenntun á starfssvæði Suðurlands og á Höfn
og sérstofnun óháð Háskólafélaginu og Nýheimum, en til dæmis innan þekkinganets Þingeyinga símenntunin starfrækt sem hluti af þekkinganetinu. Til að tengja saman þekkingu og svæðisbundna þróun þá hefur hugmyndafræðin þriggja þátta líkanið eða Triple Helix model verið ríkjandi í byggðaþróun allan heim. Þessi hugmyndafræði hún gengur út á að tengja saman háskólastarfsemi, atvinnulíf og stjórnvöld á hverju svæði þar sem markmiðið efla nýsköpun og auka þannig vöxt og hagsæld svæðisins. Hins vegar hafa á undanförnum árum komið fram fræðimenn sem leggja til að það þurfi að bæta fjórða þættinum, svo kölluðum Quadruple Helix model sem samfélagið og fimmta þættinum sem Quintuple Helix, það umhverfið. Og til þess að það sé hægt að skapa sjálfbær samfélög sem sína seiglu. En einmitt með því að bæta þessu fjórða þættinum við, þá verður menning, gildi, lífsgæði og svæðisbundin þekking hluti af stóra menginu og með fimmta þættinum að þá bætist sjónarhorn umhverfisins við og mynda þannig grunn að sköpun sjálfbæra samfélaga þar sem umhverfislegir, efnahagslegir, samfélagslegir og menningarlegir þættir sjálfbærni hugtaksins vega jafn þungt. Auðvitað ætti slík hugmyndafræði eiga upp á pallborði hér á Íslandi þar sem eitt af meginmarkmiðum í byggðastefnu stjórnvalda einmitt að skapa sjálfbær samfélag. Og eins og kom fram hér rétt áðan að þá eitt af markmiðum stjórnvalda að skapa sjálfbær samfélög og það þýðir að það þurfi þessi þættir að vega jafn þungt. Hins vegar þá hefur þessi efnahagslegi þáttur, það sem sagt uppbygging atvinnulífsins, verið þungamiðjan í byggðaþróun og almennt talið að ef atvinnulíf í blóma þá komi bara allt hitt á eftir. En samt hefur allan heim verið þróunin svo að ungt fólk og konur hafa í meira mæli en karlar flust úr hinum dreifðu byggðum í stærri samfélög. Og niðurstöður rannsókna sýna að ástæður þessa séu meðal annars flutningur vegna náms í stærri samfélögum fjölbreyttari atvinnutækifæri, sérstaklega fyrir háskólamennta fólk. Það tækifæri til áhrifa virðast vera meiri og félagslega þá virðist þessum hópum líða betur. Þá sýna rannsóknir að konur hafa áhrif á búsetu fjölskyldunar og eiginlega í mínum huga þá það sem svolítið svona skýrt að konur eiginlega lykillinn í byggðaþróun. Það hefur verið litið af hálfu stjórnvalda að svæðisbundnir háskólar eða háskóla- og þekkingasetur auk rannsóknarstofnana í dreifðum byggðum gætu stuðlað að fjölgun íbúa og skapa störf fyrir háskólamennta fólk. Í ljósi þeirra staðreyndar að 70% háskólanema, eða kannski þeir orðnir fleiri, eða prósentutalan hefur jafnvel aukist, það eru konur, þá virðist það ekki vera raunin. Fjölgun karla, bæði á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni, helgast meðal annars af því að áherslan á að skapa störf fyrir karla. Og þá á ég við stóriðju uppbyggingu, byggingaframkvæmdir og vegagerð. En það virðast vera það lausnir sem gripið til þegar rætt að byggja upp á einhverju svæði. Og fjölgun erlendra íbúa helst einnig í hendur við þessa þróun. Þessi rannsókn, þetta var bæði megindleg og eiginleg rannsókn. Fyrst voru tekin einstaklingsviðtöl og voru þáttakendur í þeim, þeir sem unnu hjá setrunum og fólk úr atvinnulífinu og eða í sveitarstjórnum. Niðurstöðnar úr viðtölunum voru svo notaðar til að búa til spurningar sem birtist í rafrænu spurningakönnuninni og í framhald af því voru svo rýnihópa viðtölin tekin og valið á þáttakendum byggðist á því hvernig þáttakan hafi verið í spurningakönnuninni, en það var ljóst að viðhorf þeirra sem voru 20 ára og yngri, eldri en 64 ára og viðhorf erlendra íbúa vantaði inn í megindlegu rannsóknina eða rafræna spurningakönnunina.
en hún birtist á heimasíðum og Facebook síðum setrana og það var gert svona í tilraun til þess að sjá hvernig þessar síður, hvernig setrunum hefur tekist að kynna sig. Og það kom fram í rýnihópaviðtölunum að þessir hópar höfðu ekki vitað af könnuninni því að þeir væri ekki vanir að fara inn á heimasíður stofnana og fyrirtækja eða Facebook síður þeirra og erlendir íbúar þeir töldu að þekkingarsetrin væri ekkert fyrir þá nema bara fyrir íslenskukennsluna. Og konur virðast ekki betur til starfseminnar og sennilega vegna þess að þær hafa notið þjónustu þeirra frekar en karlar. Nú helstu niðurstöðurnar eru sem sagt þær að þessi 3 setur sem voru hér til rannsóknar, þau starfa eftir hugmyndafræði 3 þátta líkansins. Það eins og kom fram áðan, það eru mismunandi áherslur í skipulagi og starfsemi setrana en samt starfa þau öll á sömu sviðum, það er menntun, menningu, rannsóknum og nýsköpun og innan þeirra starfa sömu rannsóknarstofnanir sem stundar rannsóknir á sviði náttúru, menningar og sögu. Og þá starfa setrin að mennta uppbyggingu á sínu starfsvæði með áherslu á þjónustu við nemendur í fjarnámi og á sviði framhaldsfræðslu. En það, mennta þátturinn, er sá þáttur í starfseminni sem er best kynntur í samfélagunum. Þess vegna er mikilvægt fyrir setrin að flétta inn í starfseminna samfélag og umhverfi og ná þannig til íbúana. Og þáttakendur í rýnihópaviðtölunum ræddu ýmsar leiðir sem þeir töldu vera árangursríkar en þær eiga allar það sameiginlegt að tengsl setrana og íbúa verði meira á persónulegum nótum og að starfsmenn setrana verði sýnilegri, fari með kynningar og starfseminni út til íbúana. Og starfsemi og kynning eins og til dæmis á námsráðgjöf og ráðgjöf fyrir frumkvöðla sem er í boði og á kynning á rannsóknarstarfseminni eru þættir sem íbúar virðast vita minna og mikilvægt er að kynna. Markmiðið ætti vera að skapa sjálfbær samfélag sem sína seiglu og vinna ætti út frá staðarnálgunar hugmyndafræðinni. En þegar heildinni litið voru þáttakendur í rannsókninni ánægðir með starfsemi þekkingarsetrana, töldu umræðan þau vera jákvæða og að þau varu mikilvægi byggða og samfélagsþróun. Þá virðist þáttakendum líða vel í því samfélagi sem þeir bjuggu í en voru jafnframt meðvitaðir þau atriði sem betur mætti fara í samfélagunum. Og eins og kom fram hér í fyrri glærum að þá var eitt af markmiðunum að berja í þá bresti sem kynna komu ljós í þessari rannsókn og því var endað á því lok rannsóknarinnar að setja fram tillögur til úrbóta. Og þær eru skiptar þarna, það er markas- og kynningarstarf og þar er rætt að fara í átak í markas- og kynningarstarfi, reyna að tengjast betur samfélagunum sem eru fjær höfuðstöðvunum, þar er fólk neikvæðara út í setrin, huga unga fólkinu, eldri borgurum og erlendum íbúum sem verðast vera svolítið svona detta milli skips og bryggju og að innleiða hugmyndafræðina staðarvitund eða sense of place að hún verði ríkjandi því hún styrkir tengsl íbúa við þann stað og þann samfélag sem þau búi í. Síðan er það nýsköpun að taka upp viðræði við ríki og sveitafélag fyrirkomulag þess, efla og kynna nýsköpunarstarfið, sérstaklega fyrir frumkvöðla og beina sjónum að erlendum íbúðum, efla starfsemi FabLab-smiðja og tengja þær við rannsóknir og svo kynna þessa ráðgjöf og annað sem hægt er að fá og verða í setrunum. Í sambandi við rannsóknir að fara í samstarfi grunn- og framhaldsskólana, efla vísindaferði með nemendum, kenna nemendum vísindalega vinnubrögð og vefa svona þátttöku nemendur inn í rannsóknarverkefni. Auka þverfaglega rannsóknir og svo rannsaka stöðu karla og kvenna í dreifðum samfélögum með það áherslu á líðan og lífsgæði og svo stöðu erlendra íbúa, hvar er þeir staddir.
Og svo að lokum varðandi háskólanámi og símenntun, fara í viðræður við háskólastigið auki framboð námsleið í fjarnámi og þeim með áherslu á blanda nám. Fólk geti bæði verið í fjarnámi og staðnámi á sama tíma, eða hvernig sem þið vilja hafa það. Það þarf að skoða framboð símenntunarnámskeiða því að það var mikil óskum að öll tómstundarnámskeið var hægt að bjóða upp á þau og að efla og kynna náms- og starfsráðgjöf. En þá ég búin að fara yfir svona á hundavaði yfir það sem að niðurstöður og tilurð þessar rannsóknar og ég þakka bara fyrir mig.